Komið þið sæl aftur. Við byrjum á þessu yfirlitskorti og sjáum að það er talsvert svona af úrkomusvæðum sem við sjáum með litlum kjörnum hér suður af landinu. Þetta eru litlar lægðabólur sem eru hérna á þessu lægðafæribandi sem við liggjum undir. Það er myndunarsvæði lægða á Labradorhafi og hæð yfir Norður Grænlandi sem þýðir að þessar lægðir ganga allar hér til norðurs til okkar. En það er reyndar sömu sögu að segja af vesturhluta Evrópu og þau fá mjög mikið af lægðagangi í þá áttina líka. Á hitasvæðiskortinu sjáum við að lægðin sem við búumst við á morgun, hún ætlar að fara aðeins austar en við gerðum ráð fyrir í gær, þannig fer mest í hlýjukjarninn fram hjá landinu og líklegt að hlýna samt á austfjörðum og austanverðu landinu en verði heldur svalara hér vestan til heldur en við spáðum í gær. Það er síðan bara að bíða og sjá hvernig það fer en það verður að segjast eins og er að það er ansi langt í næsta hlýjakjarna sem er almennilega hlýr í átt að landinu. Í fyrramálið þá er hæglætisveður víðast hvar á landinu og bjartviðri. Það hins vegar þykknar mjög víða upp með einhvers konar skýjafari, líklega miðskýjum á landinu. Það eru frost á norðan og austanverðu landinu í svona útgeislun en líklega að hiti nái rétt yfir frostmark við suður ströndina. Þegar líður á morguninn þá hins vegar nálgast næsta lægð, hún fer ekki mikið fyrir vindasviðinu á þessari lægð, þannig að það er nú ekki útlit fyrir storm eða hvassviðri nema þá helst hér á suðaustur miðunum. Annars staðar er hún svona bara hæg, ýmist suðlæg eða norðlæg átt. Líklega má búast við því að það verði frekar austlægt á tímabili allavega síðdegis á austfjörðum en gangi síðan í norðanáttina. Það rignir á austfjörðum en líklega slitta eða snjókoma í hæstu fjöll, slitta á Héraði og það má alveg búast við því að það verði erfið akstursskilyrði í þessu veðri. Það má búast við lítilsháttar éljagangi á ströndum en bjartviðri líklega annar staðar. Á fimmtudag þá hefur snúist í suðvestanátt á landinu, það hreinsast þá upp þetta skýjafar á norðan og austanverðu landinu og úrkoman austan til verður úr sögunni, hún verður farin hér langt norðaustur af. Eins og við sjáum að þá er nú svona slittu éljaveður eða él líklega á sunnan og vestanverðu landinu, kannski skúrir yfir hádaginn og hitastigið rétt yfir frostmarki en líklega verður hámarkið í Surtsey eða einhvers staðar við suðurströndina. Það svipa veður í kortunum á föstudag, lægðin mikla sem var í kortunum í gær, hún er horfin í bili en það þarf að fylgjast mjög náið með þessari framvindu og þeir sem ætla að vera mikið á ferðinni helgina ættu að fylgjast vel með veðurspám og veðurathugunum nú sem fyrr. En ef við bregðum okkur aðeins til meginlandsins þá hefur nú verið svona tiltölulega stormasamt víða á þeim slóðum líka, sérstaklega í Skotlandi og síðan í Skandinavíu. Það hefur reyndar líka verið ansi hvasst í mið-Evrópu og til dæmis í Grikklandi og á Ítalíu er búið að vara ítrekka við kulda og vindi og erfiðum akstursskilyrðum og búið að snjóa talsvert í fjöll á þeim slóðum. Það er hæð yfir suður hluta álfunnar, má sjá að það er fínasta veður og glampandi sól víða á Spáni og í Portúgal og sömu sögum að segja af Tenerife og undanfarna daga. Lægðakerfi sem var hér yfir vötnunum miklu er komið hér yfir til austurs, yfir norðaustur hluta Bandaríkjanna og austurströnd Kanada. Það er bjartviðri víða í miðríkjunum en úrhellisrigninga þegar virðist í San Francisco og í Seattle er hiti rétt undir frostmarki og þar hefur snjóað meira en hefur gert undanfarin ár. En það er hæglætisveður hjá okkur fyrripart dags á morgun en þykknar svo upp með úrkomi á austanverðu landinu þegar líður á daginn. Verið sæl. Baráttan